Þetta er verkefni 2 í Excel, nú 2 vörur. Ég ætla að byrja á að gefa síðunum heiti, einn í einu. Smellið hérna tvisvar á síðu 1 og skrifa matarkarfan. Næsta síða á að heita fiskafli, því smellið ég hér og skrifa ofan í síðu 2. Og síðasta síðan mjólkurvörur. Þegar maður er með fleiri en eina síðu í skjali er þægilegt að lita síðuflippana og farið þið yfir heitið, ýtið á hægri músana og veljið einhvern lit. Ég gera það hér, þið ráðið hvort að það búið reyndar í flestum verkefnunum sem þið sækið að lita síðuflippana en ekki í fyrstu verkefnunum. Síðasta síðan, það var hana hérna. Þið sjáu hvernig það kemur út þegar maður litar síðuflippana. Næst ætlum við að setja sama útlit á allar síðurnar, þá þurfum við ekki að setja það á eina og eina í einu. Smellið hér í fyrstu, haldið shift-lykli niðri og smellið hér. Sjáu að þær eru valdar saman. Og ég fer í page layout og page setup og þetta er allt portrait hérna. Ég fer í margins. Ég ætla að miðja allar síðurnar lárétt og lóðrétt á síðuna. Og hérna í header og footer. Hér í custom header. Áfangi, nafn og skóli. Og OK. Og í fót ætla ég að setja sjálfvirkt heiti skjals og sjálfvirkt heiti síðu. Það er búið að haka hér við griddlines eða hnitalínurnar. Ég ætla að segja bara OK hérna og þá sjáum við að þær eru enn í blokk og til að fara að vinna í skjalinu þurfum við að taka blokkina af en ég ætla aðeins að sýna ykkur fyrst í prentskoðun. Hér hérna file og print og þá fæ ég allar síðurnar upp, þar að segja hérna er síða 1 til 3 eða af 3 og þetta er miðja á miðju, það er haus og fótur og sama hér á næstu síðu og hér er heiti síðunar kemur sjálfkrafa og þriðja og síðasta síðan er mjólkurvörur. Ég ætla að vista skjalið og sýna ykkur síðan í öðru myndskeiði hvernig ég gerir aðrar breytingar en áður en þið farið að vinna í skjalinu þá þurfum við að taka blokkina hjá hægri mús og ungroup sheets. Og þetta svona, ég ætla að vista aftur.